Góða kvöldi, kæru hlustendur, þetta bomban, geitin í leiknum. Við erum með sérstakann gest í kvöld, það hann Bjarki Þór Pálsson, eigandi og þjálfari MMA Reykjavík, ekki satt? Yes. Við ætlum aðeins að tala Bjark en hann fyrrum atvinnumaður í MMA. Hann eigandi Reykjavík MMA, einn af lykilpersónum í MMA heiminum í dag. Hvernig hefur það í dag, kallið minn? Ég hef það bara ótrúlega gott. Það margir boltar á lofti fyrir viðburinn næstu helgi en annars maður bara mjög góður. En svona til að fara aðeins yfir ferilinn, þetta er ansi flottur ferill hérna, þú átt titil í Shinobi, lightweight titil, 10th Legion, welterweight title, Fightstar, lightweight title. Svo sagði AI fyrir mig hérna að þú þekktu fyrir sterka glímu. Já. Góða úttalsþjálfun, yfirvegaðan bardagastýl. Svo þjálfun, aðþjálfar Reykjavík MMA, kennir bæði byrjendum og atvinnumönnum, hefur þjálfað marga efnilegustu bardagamönnum landsins. Er þetta ekki rétt hjá mér? Þetta hárrétt. Svona til að byrja þetta, þá ætlum við bara í hraðaspurningar. Já. Og þarna, við svo byrja hérna, uppáhalds UFC fighter. George St. Pierre. All time uppáhalds fighter, já, uppáhalds fighter, all time uppáhalds fighter, þá það George St. Pierre, en núna í dag? Núna í dag, það bara... Topuria? Já, ætla þess ekki Topuria eða Volkanovski. Volkanovski, ok. Uppáhaldsmatur? Pizza. Ok, næsta spurning var pizza eða hamburger, það pizza. Banani eða ananas á pizzu? Ananas. Gunnar Nelson eða Árni úr Járni? Þessi erfið sko. Ég verð að segja Árni úr Járni, hann gamli þjálfarinn minn. Mjölnir eða MMA Reykjavík? Reykjavík MMA allan daginn. Það svoleiðis. Herru, ferillinn, ég fór hérna á Sherdog. Já. Og þar átturu, þú veist, ég fór bara yfir atvinnumannaferli. Og fyrsti bardagi, Adam Šešpenjak. Yes. Hvernig ég sé að þú tókst TKO, það var, hvernig bardag var það? Sko, það var frekar, þú veist, áhugamann ferillinn minn sko 12 sigrar. Já. Þannig að hann var aðeins lengri. Já. Og vantar Evrópumeistaratitilinn inn í þetta hjá. Já, ég glemdi því maður. Já, maður. Þú veist, ég Evrópumótinu maður. Já. Ég man eftir því. Þannig að það svona eitt af því sem ég stoltastur af ferlinum. Ok. En þessi Adam, hann var bara tunna, sko. Og sko, já, rauninni bara mjög auðvöldu fæt. Ég kláraði hann á 30 sekúndum og var fyrir miklum vonbrigðum því að það var, já, ekki mikil mótspyrna. Nei, svo fyrir við í hérna Alan Proctor. Það sigur by disqualification. Hvað? Ég man eftir þessu, ólöglegt spark. Var hann í gólfinu eða? Hann sem sagt, ég tek hann að fæt með 2 vikna fyrirvara. Já. Og sem sagt, ég bara pakka honum saman í 2 lotur. Já. Og þetta í þyngdarflokk fyrir ofan mig og síðan ég bara komin í 3., ég fer í takedown. Já. Og ég fer niður á hnén og hann hnjáar mig í hausinn. Já, og ég bara steinrotaðist sko. Og það má ekki, ég var bara downed opponent, þannig að ef við erum niður á báðum hnjám, bara niður á öðru hné, þá ertu bara, þú veist, þá má ekki sparka þenn hnjáið í andliti. Já. Þannig að, já. Það stendur hérna óvenjulegur endir en Bjarki var að stjórna bardaganum áður en ólöglega sparki kom. Yes. Þannig að þú varst með þetta í veskinu. Já, 100%. Ég var bara, það munaði svo litlega, ég kláraði þetta í fyrstu lotu, bara nema tíminn rann út. Herðu, þú kepptir svo aftur við það? Já, ég þurfti að rýma þetta. Býtu, hvernig fóð það, má ég sjá? Hvernig gekk sábardagi? Herðu, hann fór alveg eins. Fyrir utan róttakið að þá bara rauninni sem sagt fyrsta lotan bara algjört domination í gólfinu. Já. Og önnur lota þá kláraði hann með TKO í gólfinu.
Herðu, manstu eftir að barist við mig í hringnum eða? Shit, já. Manstu eftir því? Já, ég sló þig niður ekki. Sko, ég var að stekja bróður minn og ég ákvað að vera eitthvað, þykist að vera eitthvað og ég hélt alltaf svona distance, svona eins og John Jones og ég sagði því, John Jones og svo setti ég nokkur högg á því svona först og varstu eitthvað reiður og þá bara kom eitt og kjamman og ég bara, ok, ég fann niður. Þú varst hel öflugur, sko, þannig að maður gæti ekki tekið neina sensa, sko. Ja, John Jones minn maður, sko, þótt hann erfiðan, þú veist, svona utan vallar, sko, það var hann ekki alveg með þetta á hreinu. Nei. En svo fórstu í hvern? Adam Shishbiniak. Nei, það er fyrsti. Það er fyrsti, býta það? Síðan, já. Fór í Quaymar. Hvern er Hussein? Yes. Segðu mér aðeins frá því. Það var gæi sem var, 6'2" á þinn tíma, held ég. Professional. Já, professional. Já. Og það var upp á beltið í Fightstar. Já. Það var þá 3. fæti minni í Fightstar samtökunum. Já. Og já, það var bara algjört domination. Bara undirbúningurum var geggjaður, hugafarið, það var allt bara tipp-topp. Ég myndi segja ég hef verið svona að toppa á ferlinu mínum þar. Já. Og það fór decision en ég vann alla lótunar. Ok, og svo fórstu í hvern? Steve O'Keefe. Hvað gerðist það? Það er tap. Já. TKO í fyrstu lótu. Já, síðasta tapið mitt. Taktu með þessi gegnum það. Herðu, þá er ég að koma úr Quaymar-bardaganum. Já. Og orðinn svolítið gráður og ákveð bara að taka fight eftir bara 2 mánuði. Eftir hinn? Já. Með 2 mánaða millibili og ég hugsa bara ok, þessi gæi, hann er góður, ég ætla að verða ennþá betri í staðinn fyrir að treysta á undirbúningin sem ég hafði áður að þá fer ég einhvern veginn að setja allt í þetta og orðinn bara mjög þreyttur ég leiði mér eitthvað high altitude tjald sem frá London og ég sef í því einhverja 2 vikur og sko ég var að vakna næturnar og ég var bara því ég var ekki að ná andanum að inni sko þannig ég var að sofa ótrúlega illa og ég fer bara í off-þjálfun og síðan bara, er ég bara fyrir fætin bara 2 vikur fyrir, mér líður eitthvað svo skringilega, ég veit ekki hvað að mér og bara, síðan bara ég, áðan í lappinu búr og segi bara makabróður bara, herru, ég er ekki að finna það, það er eitthvað í gangi og ég bara einhvern veginn að berjast við hausinn á mér allan tíman lappin í búr, bara lítið kringum mig bara, hvað er ég að fara að berjast hérna bara áður en bardaginn byrjaði? Já, og ég bara inn í hausnum á mér og bara spennustigið mitt var einhvern veginn bara algjörlega í lágmarki og ég þannig fætir að ég þarf bara að vera að skýta í mig áður en ég fer inn það er bara að vera að vefja mér hendurnar og mér langar að hlaupa út úr höllinni, skilur og en þarna var ég bara svo rólegur og svo flatur síðan byrjar þessi gæi, ég byrja eitthvað að stræka við hann og sem bara tekur á mig niður nær einu þungu höggi og nefbrýtur mig. Nefbrýtur þig? Já. Bara strax í fyrstu eða? Já. Ok. Og og ég er einhvern veginn svona, ég er bara einhvern veginn ekki á staðnum, hann er eitthvað svona að reyna að skella reyna ekki tjóka á mig og ég eitthvað svona ég ætti bara að tappa út hérna eða var bara einhvern veginn svona ekki, síðan fæ ég þetta högg og hann heldur áfram að lenda höggunum og ég bara gefst upp basically. Og í fyrstu lótu? Já. Og það var, þetta er svona versta tap sem ég hef upplifað að það er ekkert að því að tapa en þegar maður er svona taparinn fyrir sjálfu sér, það er bara svona það versta, sko. Bjarki, ég hef alltaf veltið fyrir mér út á hverju hélstu ekki áfram að berjast pró. Getur þú svarað því? Sko, já, þetta var alltaf ganga rosalega vel. Ég byrjaði náttúrulega frekar seint í þessu. Þannig ég er að byrja bara að æfa MMA 24 ára gamall. Já. Og þannig að ég er 30 því að hætti. Já. Og planið var einhvern veginn aldrei að hætta. En eftir þetta tap þá fór ég bara í svona pínu fílu, sko. Já. Og síðan byrjaði ég með Reykjavík MMA, þetta er í desember og Reykjavík MMA byrjar í janúar 2018. Og það einhvern veginn bara, og ég er alltaf, ég tek einn í viðbót og síðan bara fer ég að þjálfa strákana og það bara fer að vera einhvern veginn, Reykjavík MMA fer að vera svo mikil partur af mér, ég fer að fara með strákana út að keppa og það gefur mér bara ótrúlega mikið og það var alveg svona lengi bara, og stundum ennþá bara einn í viðbót, skilur
og ef það væri einn í viðbót og þá var það rematch við Steve O'Keefe. Já. Þú veist, ég hef tekið 2 rematch, þú veist, ég tapa 2 á ferlinum af 17 fætum. Já. Og ég hef tekið rematch sem sagt ég tapa 3. Nei, já, hann var ekki tap þegar hann hnjáaði mig í hausinn. Nei. En já, ég hef tapað 2 og ég hef tekið öll rematch sem ég hef tekið hef ég unnið. Þannig að Já, þú veist, já, oft velti þessu fyrir mig, ég bara aldrei spurti að þessu, en þú náttúrulega byrjaði með MMA Reykjavík í maí 2018 eða? Já. Og þessi bardagi var í desember 2017. Já, byrjaði í janúar Reykjavík. Sko, sérðu eftir að hafa ekki gert eitthvað meira? Í dag, þar sem þú situr hérna með mér í Bomban Podcast Studio. Einmitt, bara, þú veist, var hann hundgamall maður, 39 ára segi. Það er engin aldur. Nei, ég einhvern veginn, þú veist, ég hugsa bara, þú veist, ef ég hefði ætlað að fara alla leið, að þá, þú veist, hefði ég bara þurft að, þú veist, ég var einhvern veginn ekki til í lengur að vera að fá þessi höfuhögg og þennan bara skaða sem að maður getur fengið að vera í MMA. Einmitt. Og þú veist, þetta skipti mig engu máli þegar ég var að byrja, en síðan svona leið og ferði einhvern veginn að hugsa út í heilsuna og ferði eitthvað svona pæli í svona hlutum, að koma með eitthvað svona efa innra með þér, bara já, ég myndi bara kalla þetta efa. Þegar koma með eitthvað svona efa innra með þér, þú veist, þetta er ekki það sem þú algjörlega brennur fyrir, að þá er bara komið tíma á að hætta. Reykjavík MMA byrja þannig eins og þú segir, hvernig gekk þetta í byrjun? Var þetta erfiður rekstur, þú veist, var erfitt að byrja á þessu? Já, þetta er örugglega einn erfiðasti rekstur sem er hægt að fara í, sko. Þetta var bara, þú veist, við erum búin að vera í þessu 8 ár og ég held að, þú veist, 6 ár af því hafi verið sjálfboðavinna, sko. Já. En stöndum mjög vel í dag og erum að gera góða hluti, en þú veist, þetta er bara stöðugt að selja fólki að koma inn og selja fólki að fara ekki og þetta er alveg frekar svona brútal rekstur, sko. Maggi, er það bróðin? Maggi? Pólitíkus? Já, það er bróði? Það er bróðið minn. Mosó-bró? Já, Mosó. Já, ok, hann var ég sá hann var í framboði í sjálfstæðarflokki. Einmitt. Hvernig gekk það? Það gekk mjög vel, hann fekk alveg mjög mörg atkvæði og náði 7. sæti, var að sækjast eftir 7. Og hvað gerir það? Þá held ég að hann geti farið inn sem varamaður, en þú veist, ég er ekkert inn í pólitík. Nei, ekki heldur. Ég sá bara í Mosfellinga að hann var að í framboði. Já. Og hann var fórstu á þarna þegar hann var með eitthvað svona kvöld, eitthvað á með einhver ræðu þarna. Nei, ég fekk ekki að vita því. Já, mér svo geggjað, þú veist, þegar var þarna á túninu þarna heima þarna, þá var hann með svona, hann var með dínu þarna bara á grasinu. Ég veit að maður, og sonur minn sem er 5 ára, hann var alveg peppar í þetta og hann var bara að reyna að komast á matti og ég er svona að pæla hvort hann ætti að kíkja hann í Reykjavík MMA. Já. Því að hann hafði rosalega áhuga á þessu. Og hann var þarna með einni stelpu þarna sem er alltaf í öllum vídeónum hjá okkur. Já. Man ekki hvað hún heitir. Hún heitir Anna örugglega. Já. Þetta var rosalega góð hugmynd hjá okkur. Já. Að vera með þetta hann, ég aldrei sé svona annað. Þetta var bara Maggi og hann er bara, hann er mjög drifinn og duglegur í þessu og gott að hafa hann með í Reykjavík MMA, sko. Var Maggi ekki eitthvað í þessu, þú veist? Jú, hann var að berjast, sko, ég byrjaði 24, hann byrjaði, sko, þegar hann var 14 ára, fyrst, sko, undan mér. Já. Og við keppum, sem sagt, fyrsta áhugamannabardagann okkar saman. Þannig þá er hann 18 ára og ég 24. Ok. Og ég er 25, já. Og hann er bara, þú veist, ég held að hann sé með 10 áhugamannabardaga, hann lenti í 3. sæti á Evrópumótinu. Og hann er 3-0 sem atvinnumaður. Er það 3-0 sem atvinnumaður? Yes. Út okkur hann ekki að berjast? Hann bara eignaðist börn og flutti í Mosó. Mosó. Herru, nóðum það, samt búin að eiga frábæran feril, þú veist, þú búin að tapa 2 á ferlinum, eins og þú sagðir 11 áhugamannabardagar og 1 tap þar og 1 tap sem atvinnumaður, þannig að þú getur bara verið stoltur af þínu ferli. Já, og ég er það mjög stoltur og bara, þú veist, eins og maður eftir MMA, þú veist, þá fór maður að fókusa meira á glímuna og keppa í glímunni hérna heima
og ná góðum titlum á mótum heima og þú veist, og það er svona svala þessar keppnistörf sem maður er með þannig að og líka bara að vera að þjálfa þessa stráka og þegar þeir vinna að þú veist, það er eiginlega bara betri tilfinning heldur en þegar ég vinn sjálfur Nákvæmlega, sko. það er bara eins og þú sért að vinna. Já, algjörlega sko. Já, ég fylgst með ykkur því að farið hana til Englands Já, og Kate Steele. Kate Steele, ég er alltaf að fylgjast með ykkur. Þú veist, ég er mikill áhugað maður MMA, þú veist, ég er búin að fylgjast með UFC síðan 2008 og ég bjó í Bandaríkjunum. Einmitt. Mikill UFC maður, Já. En það er búið að fara aðeins niður og við núna. Já, það er sama með mér með UFC sko. Já. Mér finnst bara, þetta er svo oft núna, þú veist, áður fyrir var þetta bara einu sinni í mánuði, þú veist, maður þetta download þessu og eitthvað skilur og en núna er þetta bara, þú veist, að 2 vikna fresti og maður bara, já, það er kart og maður er einhvern veginn ekkert meðvitaður hverjir eru aðalmennirnir, Topuria er náttúrulega mjög spennandi, Islam og Volkanovski, en þú veist, það vantar, þú veist, þegar við erum að byrja að horfa á þetta, þú veist, þá erum við með, þú veist, George St. Pierre, við erum með Anderson Silva, við erum með John Jones, við erum með, þú veist, hvað heitir hann, Lyoto Machida, þú veist, þetta er bara svona Randy Couture, þú veist, þetta er bara svona geggjaðir gæjar. Og hann Iceman, já, Chuck Liddell og fleiri, já, ég er náttúrulega mikill George St. Pierre maður, en þótt hann tapaði með Johnny Hendricks á sínum tíma. Já, hann tapaði sko. Hann tapaði feitt, John Jones tapaði líka, þú veist, á móti honum manni hvað hann heitir. Já, á móti Dominic Reyes. Hann tapaði þeim bara 4-1. Vá, hvað fór illa með Dominic Reyes. Hann bara tók þú veist, þetta bara eyðilagði ferilinn hans. Hann tapaði næstu 4. Já. Og hann talaði ennþá það í dag, hann hafi unnið barda, þú veist, hann svona fórnir fræð, sko. Já, ég held bara, þú veist, ef þú leggur allt í svona fight og bara, þú veist, það er bara allt sett í þetta, bara líf og sál og síðan taparu, þú veist, það getur breytir, sko. Já, það eru Glacier Fight Night. Yes. Það er þitt brauð. Já. Ég með nokkra spurningar, nokkuð margar spurningar. Hvenær kviknaði hugmyndin að Glacier Fight Night? Herru, hún kviknaði í raun og veru í ágúst í fyrra. Ágúst í fyrra? Þetta er ekki lengra síðan. Nei, ok. Þannig að við vorum að fara út á Kate Steele í september. Já. Og ég var búin að kaupa flug með það, vorum búin að græja allt og síðan canceluður sjóinu. Og þá hugsaði ég með mig bara, herru, þetta er ekki hægt. Ég nenni ekki að vera að fara til Englands 4 ferðir ári með 4 fætira í heildina í hvert skipti og þú veist, þetta gengur svo hægt fyrir sig. Við erum komin kannski núna 15 fætira og það að vera að tróða einhvernum 4 alltaf á 3 mánaða fresti. Þetta er bara svo hægt process og vera að fara alltaf við, þú veist, 4 daga, nú erum maður komið með barn og eitthvað og þú veist, maður vera að hugsa mikið meira tímann, skilur við, þú veist. Og þá hugsaði ég bara, herru, ég ætla bara að tjekka á lögfræðing, sjá bara hvað þarf til þess að gera þetta heima og kýla bara á þetta. Næsta spurningi var, hvað var erfiðasta skrefið að koma löglu MMA-bardagakvöldi á Íslandi? Það er nefnilega að finna við þetta að það var ekkert erfitt við þetta. Nú? Þetta er búið að vera bara, þetta er búið að vera svona eins og kvísluleikurinn. Bara að þetta sé bannað eða það þurfa að gera þetta á ákveðin hátt, senda inn eitthvað frumvarp á Alþingi og eitthvað svona og þú veist, þetta var ekkert mál, það stendur ekkert í lögum að MMA sé bannað. Við æfum aðrar íþróttir hérna heima sem ekki undir ISI, þú veist, eins og Jiu-Jitsu, CrossFit, þú veist, það verið að keppa í þessu, við fylgjum bara ákveðnu regluverki erlendis og það er bara sama með MMA, þú veist, þetta var bara sækjum viðbragðsleyfi, fá leyfi hjá brunaeftirlitinu, lögreglunni, sýslumanni og bænum og þetta bara flaug í gegn og já, ekkert ves, fólk bara gekk rosalega vel fyrir sig, engir eftirmálar og ég var búin að vera að pæla bara, þú veist, ég var búin að búast við þetta, er bara nýja Palestína eða Play, skilur og ég var bara beið á kommentakerfunum eftir þetta, sko, og það var bara, herri, komið tími til, loksins og þannig að við fengum bara mjög jákvæðar móttökur. Þú veist, hvað er markmiðið með þessu Glacier Fight Night? Þú veist, þú búið með 1, númer 2, hvernig sérðu þetta í framtíðinni? Mér langar að fara alla leið með þetta. Alla leið? Já. Ég ætla að gera þetta að atvinnumannasjói. Já. Og mér langar að hafa þetta bara á heimsmælikvarða
og og líka mér finnst bara að því að við erum á Íslandi, þú veist, það er svo sérstakt, þú veist, landið okkar er svo fallegt og það er svo skemmtilegt að promóta í kringum landið okkar og ég held að það sé bara svona, já, bara svona styrkleiki að hafa, að vera með þetta á Íslandi og sérstaklega að þetta hefur aldrei verið áður. Hversu stórt teimi er á bakvið þetta? Er þetta bara þú eða? Er þetta fleiri? Er þetta Maggi og fleiri eða? Já, ég er alltaf að fæ hjálp með þetta, þú veist, fyrsta sjó var mikið meira bara ég og strákur sem heitir Kitty, hann er að sjá markaðssetningunni hjá okkur og er bara búinn að vera krúsal í þessu, búið til öll þessi vídeo og Er það dökkari strákurinn? Já. Þannig ungi? Já, vinur Hákons. Já, ég fylgist með honum. Já. Við erum vinur á Instagram. Já, það ekki? Jú, ég fylgist með öllum við börum það. Hann er rosalega klár, sko, og góður í þessu. Rosa hress, sko. Já, mjög hress. Já. Þannig að þetta er svona, en núna í þetta skipti að því að við vorum að þrefalda stærðina, við vorum að fara upp í 1500 manns núna fyrir næsta helgi. Já. Þá fékk ég inn markastofu og bara fékk fleiri með mér í lið svona til þess að hjálpa mig með þetta upp á að þetta myndi svona komast til skila og koma þessu meira út til fólk, sko. Hvað er mest í hausverkunum að koma svo lagginar? Þú veist, þú ert með framheimilið, var það eitthvað ves? Þú veist, hvernig er að koma svo lagginar? Þú veist, er þetta ekki rosalega undirbúsvinna? Þú veist, hvenær byrjaðu að undirbúa þetta og hvenær, þú veist hvað ég meina? Já, þetta er búið að vera núna svona 2 mánuðir sem ég er búin að vera undirbúið þetta. Já. Ég held að aðalstressi fyrst er bara, þú veist, er ég að fara að ná mats á fæturana? Það er akkurat spurning sem ég ætla að gera. Þú veist, hvernig veluru bardamenn og matsið og allt þetta dæmi? Einmitt, það er bara, þú veist, út frá tengingum sem maður er með bara síðan maður var að keppa sjálfur. Já. Og þá sendi ég út á þjálfara eða gym og þeir senda mér bara tilbaka fætara og síðan getur verið að matsa við þá eftir þyngd og reynslu og líka, þú veist, þeir þurfa að vera góðir. Hvað er það mikilvægast þegar þú setur svona fætkart? Ertu, þú veist, með bardamenn, þú veist, þú þarft að matcha það eins, þú veist, þessi kannski búin að vinna 7 og tapa 1 á móti 6 og 3 eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er sko þannig að maður vill halda svona svipuður ekkurti nema þegar þú ert kannski með gæja sem er bara virkilega góður. Já. Þá viltu, þú veist, challengea hann aðeins meira og gefa honum, þú veist, erfiðari eða reynslu meiri andstæðing. Og núna, þú veist, þá fékk ég bara fullt af frökkum, þú veist, ég bara komst í tengingu við gym í Frakklandi. Já. Og þar fékk ég bara, þú veist, lista af fæturum og ég matsaði eiginlega bara, þú veist, hálft kart eða meira bara á einu kvöldi. Og þá var þetta bara, þú veist, allt fætira sem eru með, þú veist, 5 barda eða fleiri og þannig að þetta er mjög góð matchup og síðan valdi ég líka, þú veist, main eventið með honum Hákoni, hann Ali Albasi, þú veist, ég er búinn að sjá, þú veist, hann er búinn að keppa á móti strák frá okkur áður og er svona high profile fighter á bróðir í UFC, þú veist, mjög marga fylgjendur á Instagram og þannig að hann var einhvern veginn svona, þú veist, Hákon er búinn að tala um að fara í atvinnumennsku og ég hugsaði, ok, þú veist, ef þú vilt fara í atvinnumennsku þá þarf þetta að komast í gegnum alvöru test. Já, ég er búinn að fylgjast aðeins með þessu mótari hans. Já. Ég held að, sko, með hvað ég sé af Hákoni þá er hann með hausinn í lagi. Já. Og þessi gauð sem hann var að spila neði berjast móti, ég held að hann sé tolker, sko. Já. Og hann mun tala við hann í búrinu, þannig að hann verður undirbúinn fyrir það. Einmitt. Og þetta er Breti. Já. Og hann er góður með sig. Hann á bróðir náttúrulega, hann er að æfa hana í UFC trainingsfacility hana. Einmitt. Það gefur manni helviti mikið, sko. Já. Þannig að... En þú ert alltaf bara, þú veist, þú mætir alltaf bara og ert einn í þessu búri, sko. Ég veit að... Það skiptir engum máli hver bróðin er. Já, svo var ég að sjá hann væri að keppa fyrir Írak í glímu og eitthvað rugl, sko. Einmitt. Írakar eru góðir í glímu. Já. Þú veist það. Þeir eru það. Og hann er strækar við þessi, þú veist, glímumanni. 100%. Það er erfitt. Það er alltaf erfitt. Hvernig, þú veist, förum í það eftir. Já. Hvað ætlaði að spyrja, þú veist, læknar og annað í kringum viðbörðin, hvernig verður það allt saman? Ertu búin að undirbúa þetta allt frá A til Ö, þú veist, gæslan, er þetta allt ready eða? Þetta er allt ready. Þetta er við erum með sjúkralega. Já. Og við erum með 3 núna og þeir voru með 2 síðast sem við þekkjum bara vel, náttúrulega Maggi var sjúkraliði sjálfur eða sjúkraflutningamæður og við erum búin að, já, þú veist, þeir voru síðast, fengu reynslu, þeir voru köttmenn síðast líka.
Erum við með Cutman? Já, og það er bara sjúkraflutningamennir. Það? Já. Ekki. Þegar gaurinn, dómarinn sagði við mig, við erum með dómara sem koma erlendis frá, það er engin sem getur dæmt þetta hérna heima. Og hvað þarftu að borga þeim? Já, ég borga þeim og flugið þeirra og allt, sko. Og hann segir við mig bara, ég held að það veri svona 3 vikur í þetta, en komið sjúkraflutningamenn og allt. Já. Hann síðan bara með Cutmanin, þú veist, Cutmaninni, þeir þurfa að gera, þú veist, vera ready og ég bara, fuck, Cutman, hvernig er ég að fara að finna Cutman á Íslandi? En þá talaði við þá strákana og það var bara ekkert mál að græða þetta. Já, náttúrulega það eru nú 3 eða 4 þannig að sem taka móti í UFC. Einmitt. Alltaf þessi stóri svarti þannig með bara trukk á sílikoni á sér. Já, en síðan sér Maggi með öryggisgæsluna, hann er með fyrirtæki sem heitir Þitt öryggi, bróður minn. Nei, yes. Það er svoleiðis? Já. Ok. Þannig að hann er með öryggisgæsluna, þannig að ég þarf ekkert að pæla í því. Ok. Og sjúkraflutningamennir eru mættir, þú veist, það er búið að fara yfir allt, við erum búin að kíkja hérna upp yfir, við erum búin að fara yfir aðstöðuna, við erum búin að fylla töskurnar af öllu sem til þarf. Ok. Og þeir sjá síðan medicalið líka fyrir fætin. Já. Og síðan þú veist, ég er búin að fá systir minni að hjálpa mér að, þú veist, bóka öll flug fyrir þessa fætira, bóka hótelgistingu fyrir þessa fætira. Já. Þú veist, ég er með Hjölla félagi minn sem á Ice Rental bílalegu. Það eru bara name-droppa alla takk. Ice Rental, Ice Rental, auglýsing. Einmitt, og þú veist, hann er að græða bíla fyrir þá og þannig að þetta er allt að smetla núna, sko. Þetta bara gengur vel. Hvernig sérðu íslenskt MMA þróast næstu 5-10 árin? Sko, mér finnst þetta bara ótrúlega spennandi af því að þú veist, ef þetta hefði ekki komið þá væri þróunin svo allt öðru í sig og mikið hægari. Já. Þannig að þú veist, það er svolítið bara spennandi að sjá hvað mun gerast með, þú veist, þegar allt í einu fer að, þú veist, eins og núna símanum síðast, þá voru 2500 heimili sem horfðu á útsendinguna. Ok. Og þeir margfalda það yfirleitt með 2, þannig að það eru kringu 5000 mann sem horfðu á síðustu útsendingu. Og núna er búið að markaðsetja þetta almennilega og gera þetta almennilega, þannig að þá örugglega eftir að aukast og þannig að bara þegar fólk er að fara að horfa á þetta, sjá þetta, þú veist, þetta sjó verður, sko, þú veist, ég er að fara að setja bara, þú veist, risastóra skjá yfir fyrir ofan búrið, þú veist, þeir eru 2 metrar sinnum 3. Já, ok. Þannig að, þú veist, við erum bara að fá UFC-feelingin í þetta, sko. Nákvæmlega sem ég voru að hugsa, sko. Já, og þú veist, ég er bara að fara all out í þetta. Já. Og ég fer á hausinn eftir þetta, en bara þetta var gaman. En þú veist, mér langar bara að gera þetta alvöru. Já. Og þannig að ég held bara að þetta eftir að breyta leiknum á Íslandi. Þú veist, það er fólk eftir að vilja æfa meira, keppa, þú veist, það sér þetta nær, þú veist, þetta er bara mikið nær heldur en að þurfa alltaf að ferðast út og þú veist, það verða örugglega minni sjó líka á landinu og ég held bara að ég eiginlega veit ekki hvernig þetta mun þróast en það verður bara ótrúlega gaman að fylgjast með því. Bjarki, ég held þú setja að búa til eitthvað stórt. Já. Ég held að það er svo mörg tækifæri, sérstaklega með Ísland eins og þú sagði, þetta fallegt land og allt saman og þú veist, þið getið markaðsett þetta ennþá betur, þið getið farið bara í alla veitur og bara fínt sem við erum búin að gera, en við getið gert þetta stærra. 100%. Þú veist, er markmið að gera Glacier Fight alþjóðlegu viðburði, þú veist, kannski fara með þetta í eitthvað annað land eða eitthvað svoleiðis, þú veist, ég er að tala um í framtíðinni, skilur, eins og UFC eða eitthvað. Já, það er markmiðið. Það er, þú veist, fá atvinnumennskuna, halda áfram að byggja þessa góðu áhugamenn upp þannig að þeir hafi atvinnumannasjó til þess að fá ennþá meiri reynslu og síðan bara, þú veist, að reyna að fá bara, þú veist, einhverja gamlar UFC-kempur maður, komdu til Íslands maður, taktu, þú veist, eitt main event, skilur, þú veist, og ég skal sýna þér landið í viku eftir á og séðan bara, þú veist, selja pay-per-views og koma þessu alla leið, sko. Það er bara góð hugmynd, pay-per-view, Íslandi meira segja, þú veist, líka bara alþjóðlega eins og þið voru að keppa hann í útlöndum og keppti ég einu sem pay-per-view, ég man ekki á hvað hétti þetta? MMA TV eða eitthvað? Nei, þið voru, Cage Cage Steel. Já, ég kefti pay-per-view einu og horfði á það. Já. Og ég þekki bróðir Aron Kevins. Já. Þetta hverfis. Já. Og fylgist aðeins með honum. Já.
Svo náttúrulega Halli Arnars breiðhyltingur, einmitt, þannig að ég fylgi Breiðholtsbró þótt ég sé Auðvitað. orðið Mosabró. auðvitt. Hvað þurfum við að gera til að gera MMA að mainstream? Þú veist, þú ert að byrja, Mhm. hvernig gerum við, þú veist, fótbolti, handbolti, körfubolti, þetta alltaf vinsælasta. Já, Hvernig gerum við MMA að mainstream? Hvernig gerum við það að sexy? Þú veist, það alltaf einhverju svona nei, að berja einhvern annan, það ekki sexy, þú veist. einmitt. Þú veist, að það bara allir að leggjast saman og gera þetta mainstream. Þú veist, þetta er skemmtilegt sport. Einmitt. Og þetta er örugt sport, þú ert að fara inn í cage, skilur, það er Mhm. dómar sem venda þig Já. og þú veist, ég veit ekki hvernig sparið er í dag á Íslandi. Nei, það er, þú veist, orðið mikið svona, mikið meira stjórnað, þú veist, áður fyrr þá var þetta bara, þú veist, það var ekkert verið að hugsa þú veist, höfuhögg eða, þú veist, bara líkamann þannig. Þetta var alltaf bara no pain, no gain hérna í gamla daga, skilur við. Og þú veist, eins og, þú veist, maður hefði væntanlega ekki slegið þig niður í búrinu í dag, þú veist, eins og maður gerði þá. Þú veist, það var ekkert bara, það var engin svona almennileg hugsun á bakvið þetta, þú veist, menn voru bara að berjast í gimmunum minn áður fyrr. Já. Og þannig að núna er þetta mikið meira svona stjórnað, það er passað upp á hlutina, bara upp á að, þú veist, menn geti, þú veist, átt lengri og betri feril. Og en mainstream, að gera MMA mainstream, það er, ég held að, þú veist, þetta byrja náttúrulega bara með barnastarfinu, með, þú veist, grasrótinni, og þar er eitthvað, þú veist, það er svona það sem ég væri til að gimmin hérna á Íslandi myndu leggjast, þú veist, bara taka meira saman, þú veist, leggjast á eitt Já. til þess að marka setja, þú veist, til dæmis glímuna betur. Já. Þú veist, við erum í samkeppni, þú veist, einhver nokkur gimmi hérna á Íslandi og við erum að berjast svo pínu litla köku á markaðinum. Já. Þú veist, og þannig ef við myndum fara í bara allsherjar markaðssetningu og markaðsetja hversu glíman er góð, þú veist, af því ég er ekkert endilega, þú veist, á því, þú veist, það þurfa allir að æfa MMA, sko. Nei. Þú veist, það er bara fyrir, einhverja prósentur sem vilja fara alla leið, þú veist, það er þetta að æfa MMA bara til þess að vera í góðu formi og það þurfa ekki allir að keppa í því. Já. En þú veist, við þurfum að fá, þú veist, glímuna meira inn. Það þurfa allir að æfa glímuna, finnst mér. Þú veist, þú losar sko slæma orku, þú færð, losar þig við þetta ego, þú losar þig við óttan, þannig að þú ert ekki að þú veist, leggja aðri einelti eða þurfa að sanna þig eitthvað, þú veist, bara búa með allt þetta í gimminu. Einmitt. Og ég held að þetta muni breyta svo ótrúlega miklu fyrir krakka og úlinga á Íslandi að æfa glímuna. Hvernig er þetta, þú veist, hvernig þið eru með, þú veist, námskeið fyrir yngri iðkendur, hvernig gengur það? Þú veist, er mikil ásókn? Já, það gengur mjög vel. Þú sér til dæmis, ég held sko, taekwondo-deildin inn í Mosó, ég held að séu sko örfáir krakkar að æfa og við erum með, barnastarfi okkar, við erum með í kringum 170 krakka frá 5 til 18 ára. 170? Já. Það er helviti mikið. Þannig að, og er að vaksa bara mjög jafnt og þétt. Já. Og þetta bara, þú veist, glíman, þú veist, ég bara elska glímuna. Já. Og það bara partur af MMA sem að, þú veist, mikilvægur. Já, mjög mikilvægur. Mjög mikilvægur. Þú ætlar að ná árangri í MMA, þá þarftu að vera með glímubeis, annars ertu bara tekið niður og haldið niðri. Já. En já, ég held bara fyrir sport á Íslandi, þú veist, þá þurfum við að leggjast allir saman á eitt og markasetja þetta betur og bara koma skilaboðunum svona betur til skila hversu gott þetta er fyrir fólk. Já, hvað er svona stærsta learning moment, þú veist, sem þú búin að upplifa sjálfur í gegnum þetta allt frá þú byrjar í Reykjavík með MMA til dagsins dag, hvað ertu búin að læra mest bara sjálfaði og bara geirann, skilurðu? Sko, ég held að ég sé bara búin að læra mest á sko bara tilfinningarna mínar. Já. Að ég man þegar ég byrjaði sko í Mjölni 2010 og var að byrja að æfa og sparra og eitthvað sko, þú veist, maður fekk eitt högg og maður bara varð gjörsamlega brjálaður sko og svona var bara eins og naut í flæði og var að taka öllu persónulega og bara einhvern veginn alveg snarkjaði ykkur. Já. Að síðan einhvern veginn lærirðu bara svona að stjórna þér. Þú veist að þú þarft að vera yfirvegar, þú getur ekki leyft, þú veist, tilfinningunum að stjórna þér. Já. Sama eins og með óttan, þú veist, áður og ferð að keppa, þú mátt ekki leyfa honum að heltaka þig, þú þarft að vinna með hann og ekki streitast á mótunum, þú veist, ef þú ætlar að streitast á móti einhverju svo slæmum tilfinningum, að þú veist, þá koma þær bara sterkari tilbaka, að þú ert bara að sætta þig við þetta, ok, ég er hættur við að fara þarna inn,
en þú veist, ég treysti á líkamann minn, ég treysti á þjálfunum mína, en ég ætla samt að gera þetta og það hafa, þú veist, gert þetta einhvern veginn búin að hjálpa mér að díla betur við aðstæður, þú veist, þegar maður verður pirraður, þá nær maður að stjórna sér betur og svona, já, ég held ég bara betri tilfinningastjórn og líka það sem ég lærði á að vera að keppa þú veist, undirbúningurinn og mér finnst sko að hafa verið að keppa rauninni bara búin að hjálpa mér með Glacier Fight Night, af því þetta eins og að vera í fight, þú þarft að bara sökkva í þetta, allir dítalarnir þurfa að vera til staðar og þetta eru 2,5 mánuður, alveg svo fight camp og þetta bara ein kvöldstund og þetta henta mér svo ótrúlega vel. Já, Bjarki, þú náttúrulega frumkvöðull, þú ert að setja saman laggir hérna, þú ert að setja fram á laggir hérna event, það hefur aldrei verið gert áður. Einmitt. Þú veist þetta ice box, það náttúrulega líka skilur. Já. Þetta heldur svolítið saman í hendur en þú ert að frumkvöðull í MMA, Mjölnir hefur ekki gert þetta. Nei. Þannig að bara hrós til þín. Já, takk fyrir. Hvað stærsti misskilningur sem Íslendingar hafa MMA? Eins og ég sagði áðan, þá eru svo margir sem segja, eins og pabbi minn, hann segir þetta ógeðslegt. Þú veist, hvað misskilningur telur þú að, þú veist, hvernig getur við, eins og þú sagðir eins og með mainstream, hvernig getur við fengið fólk til að fara á vagnin? Ég held bara að misskilningurinn sé bara rauninni fáfræði sportið. Já. Þú veist, að það veit ekki að þetta ákveðin tækni. Þú veist, það lítur bara á þetta og sér þetta bara sem eitthvað brútal dæmi og allt sé leyfilegt. Já. En það eru reglur í þessu eins og í öðrum íþróttum og það eru ákveðin hlutir sem eru bannaðir og það dómari þarna inni með þér sem að passar upp á að þú hljótir ekki skaða og það alltaf þú getur alltaf bara, þú veist, ef það finnst eitthvað óþægilegt eða þú vilt gefast upp eða þú veist, ert bara í mikilli hættu þú bara tappaði gólfið og það þetta búið. Tap out? Já. Eins og ég að gera mótið þér? Já. Ef þú mætti velja einn erlendan bardamann til að koma á Glacier Fight Night, hver væri það? Bara einn, það er ekkert að vera í UFC, bara einhver. Það væri gaman að fá Conor McGregor. Já, ég var akkurat að hugsa. Það er svona bara upp á social media og svona. Heldur að berjast í White House? Ég veit það ekki maður. Hann er búin að vera að tísa mann svo lengi sko. Ég veit að þetta Chandler dæmið maður, þú veist, ég var alveg, please. Mjög gaman. Hittur hann einhvern hérna á Íslandi eða? Já, ég hitt hann sko 2013 fyrst. Hvernig gaur er þetta? Hann er mjög kurteis, þú hittir hann mjög almennilegur og svona. Já. Og þú veist, það er alveg helvíti að sparra við hann sko. Já, þetta er bara, þú veist, hann gefur ekkert eftir sko. Og bara, þú veist, maður sá það bara, hann er í Cage Warriors þegar hann kemur hérna í Mjölni fyrst. Já. Og það voru allir að tala hann, það voru bara, þú veist, þessi gaur er að fara alla leið. Og maður sá það bara á hann, maður sér það ekki endilega þegar maður horfir á hann keppa. Nei. En maður sá það svo skýrt á æfingu, hann bara hreyfði sig á einhvern annan hátt heldur en aðrir. Það var bara, hann var svo clean í öllu sem hann gerði. Og þannig að, þú veist, og þá átti hann ekki neitt, sko, ég man að sagaði að Jón Vegar, þú veist, lána hann fyrir samlóku í 10-11, skilur við, þannig að það er kannski þessuna sem hann var svona auðmjúkur. Ok, góð saga. Já. Þannig að hann já, ég fylgdist með hann í Cage Warriors og sá hann kom í UFC og, þú veist, hann var ekki droslega góður í gólfinu þá. Nei, en það er líka, það finna við að, þú veist, strækinglega séð, þú veist, átti maður ekki séns í hann. En þú veist, þegar maður var að hitta hann fyrst að glíma við hann, þú veist, þá var það alveg svona fram og tilbaka. Einmitt. En sko, bara MMA, það var bara, maður átti ekki break, sko. Ég held að það myndi vinna Aldo á sínum tíma? Nei. Nei, ekki heldur, ég var í sjokki. Það er til mynda með það sem ég bara... Ég tapaði fullt af pening út af því fokki barða. Já, maður var líka bara að pæla, þú veist, hvernig dílar hann við leggkickinn hans Aldo, en hann er southpaw, það að fara að vera eitthvað og séðan bara, BOOM, 13 sekúndum. Ég var í sjokki, bara ég sá hann koma þarna með vinstri krók, og hann kemur hérna, BOOM, shit, maður, en þú veist, hann átti að skilja, hann var búinn að vera á góðri siglingu þarna, og ég veit ekki alveg hvort hann hefði unnið hérna Chad Mendes hefði ekki full kamp sko. Nei. En þetta var allt eins og hann, þú veist, sagan var perfekt fyrir hann. Einmitt. Og svo
svo þegar hann eignast þetta proper whisky þannig að dæmi og selur það og hann orðið svo ríkur, hann til hvers að fara í búrið. Einmitt. Þannig að, herðu, og það er þetta málið, þú veist, það er málið, þú veist, hann díla við þetta eins og flesti fætirar og eins og ég hef dílað við er bara, þið langar að taka hann eina í viðbót, en þú veist, þú ert samt bara orðin kósikall, skilur já. Þú veist, þú verður að hafa þetta, skilur, það er bara ekkert annað sem þið langar til að gera. Já, hann er satt íri, sko. Þeir finnst gaman að drekka áfengi eins og hann. Einmitt. Þú veist, þetta getur allt færri rugla, hann er einhverju fleiri eins og við vitum. Einmitt. Já, ég er búin að spyrja hvað næstu plöni, þú veist, getur við farið í Laugardalshöll? Hvað er, þú veist, hvað er stærsta sem við getum farið í? Út að fara í framheimili núna? Við gætum, þú veist, ég segi við, ég er með í liði. Já, 100% þú mátt segja við. Ég held að í framtíðinni, þá getur við alveg farið með þetta í Laugardalshöll, sko. Já, 100%. Og fyllt Laugardalshöll. Já. Gott marketing, smá, þú veist, þú ert að ná í proper, gauran á móti Hákoni, sko. Einmitt. Og þetta er bara mjög bjart. Já, þetta er líka bara, þú veist, til þess að komast í Laugardalshöllina þá þarftu, þú veist, að halda áfram að byggja undir þessar íslensku fætira. Já. Og þú ert að byggja þá upp og búið til stjörnur. Já. Og þannig að allir þekki þá. Og þá vilja þær mæta og þá getur við fengið mikið stærri hóp. Hvernig búið þið stjörnur? Það er bara að halda sjóið heima og hrúa fólk inn á það, hrúa fólk inn á strímið hjá Live og Símanum. Live og Símin, getur hort á það þar, allir þangað. Nákvæmlega. Og síðan, þú veist, standa þessi vel, rota eitthvað eða bara, þú veist, þannig verða þessar stjörnur til. Já, herðu, förum með þetta í kartið sem þú sendið mér hérna rétt á hann. Prílims, Július Benstóð, ég kannast við þann gauður, hann í Mjölni. Einmitt, hrikalur. Hann riðbeinsbraut við minn á æfingu. Nei. Jú, þess vegna veit ég hvað það er. Ég líka sé myndbönd á hann og hann er head coach hann á Mjölni, ekki? Jú. Þannig að Jakin Jaori, hver er það? Herru, það er frakki og hann er, sem sagt, ég veit reynda mjög lítið hann. Eina sem ég fekk á honum var bara einhver, sko, held ég að verið 20 sekúndna klippa þar sem hann er að taka einhvern gæja í búrinu bara og jarða. Buffan. Sko. Já, og hann veriðist vera glímumaður. Og Július er náttúrulega meiri strækjar og þannig að þetta er svona strækjar versus grappler held ég sko. Hvað er Július? Hann er frá Svíþjóð eða Þjóðveri. Já. Július, hann lítur út að vera stór. Hvaða vikt er þetta? Þetta er 120 kíló, þetta er heavyweight. Þetta er heavyweight? Býtu, er það 120 kíló? 120? Shit, maður áttar sig ekki alveg á þessu. Einmitt. Býtu, það er 260, hvað er 260 annað pund? 260 er það ekki, nei, er þetta ekki 240? Nei, 260 er í UFC. Já, ok, sæll. Já, það er kannski ekki meira en 120. Já, alltaf þess ekki nær 130. Daniel Cormier fór stundum í 260. Nei, vísu ekki, en þessi stærstu, Derek Lewis og þessi gaurar er 260, sko. Einmitt, maður sé þetta. En svo erum við með, Anton Smára móti Samuel Allard. Já, það er 265 og það er 120 kíló. Já, ok. Samuel Allard, hver er það? Er það einhver Breti eða? Nei, það er frakki líka. Hvað, þetta er bara frakka? Já, þú sagðir hvað með frakka. Já, ég fekk bara þetta tengingu og þeir senda á mig bara endalaust af fæturum. Ná, næs. Já, og Anton er úr Mjölni og er, sem sagt, var að keppa á síðasta Glacier. Já. Og vann þar strák frá Reykjavík MMA. Nei. Jú. Og Hvernig? Herði, það fór í decision. Decision? Já. Var það tætt eða? Nei, það var ekki tætt en góðu fætt samt. Ok. Og hann átti þann fætt alveg skilið, sko. Mátti eitthvað vera spá í sigra í þessum bardöfum eða? Má ég? Já. Nei, ég raunin ekki. Það er að skrýtna við að vera, þú veist, að promóta þetta og síðan að þjálfa móti gæjanum sem þú ert búin að vera í samskiptum við. Það er einhvern veginn, þú veist, við erum með einhvern reglufund og gaman að sjá okkur stráka mínir. Síðan er ég bara í búrinu bara, kill hann! Og síðan bara eftir að bara, really nice to have you, really. Sjáumst. Arnar Bjarnason vs. Jacob Colvin, það er ekki frakki. Nei, það er Breti og þetta er mjög skemmtileg fætt. Addi Bjarna, hann er steinrótaði síðasta andstæðing á Glacier Fight Night
og Addi Bjarnar meiri glímumæður og sá fight var striker versus grappler nema það bjóst enginn við því að hann myndi rota ekki einu svona ég takta hann niður og sem bara neglir hann hægri hendi og steinrotar hann maður hann bjóst kannilega ekki við því að hann myndi gera það nei, hann er grappler að hann blekkt hann með fellinu og svo var að þykjast var í fellu og síðan bara kemur hann upp með hægri og gaurin heldur þetta sér fella og bara droppar höndunum það er nú yfirleitt taktikinn hjá þessum grapplerum og glímumum nú að vera þykjast að taka takedown og taka svo shotið Hörðu, Steinar Býtu. Og þessi Jacob hann sem sagt búinn að keppa á móti einum af okkar á Cage Steel og sá fight var disqualified út af því að Jacob barði strákinn okkar aftan í hnakkan bara 5-6 högg 5-6? Í einu? Yes Býtu, í hvað position? Bara í turtle bara neglir hann í hnakkan bara og hann gæti ekki haldið áfram fekk heilarhristing og var bara þannig að hann var disqualified og hann var bara þegar hann vann ekki fætin þá var hann bara hvað er í gangi hann deuce sko þess vegna hann að koma aftur til Íslands Jacob you're deuce but as a promoter you're fine Herru, Steinar Bergsson vs. Jordan Josephine Steinar Bergsson segði maður sem hann herru, þetta er ungu strákur hann er tvítur, hann er í Mjölni og bara virkilega efnilegur hann er 3-3 held ég þú veist, hann er aðeins svona skort upp á glímuna en hann er búinn að vinna hana vel upp núna og er svona á góðu skriði hann er með mjög gott box og þú veist, ungur hann er búinn að vera að byggja sig upp svona styrtalega líka og þannig að ég er mjög spenntur fyrir honum Hvernig veistu svona mikið Mjölnisköruna? Ég fylgist með þessu, ég fylgist með Ferðu æfinguna í Mjölni eða? Já, við erum búin að vera að æfa saman líka Hæ? Já Býttu þér eitthvað samstarf þannig? Herðu já, ég og Gunni hittumst daginn og ákveðum að það var komið tími að búa til svona eins og landslishóp nice Þannig að við erum búin að vera að hittast núna 2 í mánuði og bara taka vel á því Geggjað, það er bara mjög góð hugmynd Já Herðu, hvar voru við? Steinar, hver er Jordan Joseph, hver er það? Það er Frakki Frakki? Það er Frakki og en já, bara ég fylgist mikið með Steinar bara, þú veist, þetta er góð strákur og Tvítugur? Það er nú helviti ungt Já, og já, bara þú veist, búin að fara svona í gegnum erfiða parta á ferlinum og þú veist, eins og rekordið segir en samt heldur áfram að hefur trú á sér og þú veist, ég bara respekta það Þetta er amateur rekord Já, skiptir engu máli Áfram gakk maður, þú ert að undirbúa þig fyrir eitthvað lengra Nákvæmlega og tvítugur Áfram gakk, Steinar Herðu, Jonathan Francisco vs. Alan Olfi og Olifant Alan Elephant Já Hann er þessi fæti er líka mjög spennandi Þetta er sem sagt Jonathan Francisco hann er frá Reykjavík og frá hvað landi? Herðu, hann er frá El Salvador og þú veist, kemur hingað til lands þegar hann er 5 ára gamall og þegar hann er að berjast það eru flugeldasýningar sko. Hann er gæi með mjög þungar hendur hann heitur sko og þú veist, oft þegar þú ferð með fætirinn í búr þá ertu svona stressaður fyrir hans hönd skilur við bara, þú veist, ég vil ekki hann slasist skilur við en Jonni er svona gæi sem að þið líður eins og þú veist, þið líður aldrei þannig þið bara líður eins og sérst að bara setja eitthvað villidýr inn í búr þú veist, og þú eiginlega vorkinni gæjanum sem hann er að fara á móti Hvernig, er hann með eitthvað rekord eða? Herðu, hann er 5-2 En hver er þessi Alan Olf og Elephant? Herðu, það er Skoti Já, vinur hans Jacobs og þeir hafa mæst áður og hann vann Jonna þá og Býtu, hver er búinn að hitta Jonna aftur? Er þið búin að berjast áður? Þeir eru búin að berjast áður Þetta er rematch Býtu, hvenær börðust þeir? Þeir börðust í fyrra Og býtu, hvernig fór það? Hann tapaði decision Jonni tapaði decision á mótunum Clear decision eða? Já, 100% En gaurinn, hann gerði ekki neitt Hann bara hélt distansinu var að feinta, var í náttúrulega risastór búri Það munur núna, við erum með minna búr núna Hélt hann distance? Já, hélt distance nær takedownunu, þú veist og Jonni, hann var einhvern veginn off í þessum fæt Já, það gerist og Jonni tók fæt eftir þetta og gjörsamlega jarða í gæjan og ég held að sko
Já, þetta verður öðruvísi núna. Jonni, þú ert að fara myrða hennan elefantkur, sko. 100% sko. Ef þú ert að hlusta á því. Ég veit að allir þessi MMA ríkjaður er að hlusta á Já, það. já. Herðu, núna förum við í main event í prelims og það er strákur sem ég er búin að fylgjast lengi með. Einmitt. Mikael Akli, ég get ekki sagt eftir. Mikael Aklipen og Rafael Navel og ég þekki náttúrulega Jeremy vel. Já. Og fylgst með þú veist bara sér hann var sko 8 ára eða eitthvað. Já. Og ég er alltaf að hugsa að hann myndi verða bara superstjarna. Einmitt. Hann fór náttúrulega á sama mót og þú hana, Evrópumóti og vann hann minni mig. Nei, hann tapaði. Tapaði úrslitum. Já, tapaði úrslitum. Já. En móti bara rosalega góðum gæði. Mikki, þú veist, hann er með rekord 3-3 eða? Ég held að það sé 4-3. 4-3. Já, 4-3. Og hvað, þú veist, Mikki, þú veist, hvar er hann að tapa? Þú veist, hann er ógeðslega góður í jörðinni. Já. Er hann að tapa í stand-up eða? Sko, síðasti fight var eitthvað vafasamur sem á Nordics. Já. Og þá held ég að þeir hafi sko gefið hinum fætin út af því að hann var ekki að gera nota höggin og mikið að valda hann á miklum skam og svolítið halda gæjanum bara niður. Já, ok. En þú veist, hann var gjörsamlega dominatan í grapplingin. Hann tapaði samt? Já, hann tapaði samt. Þannig að þetta var mjög iffi dómarákvörðun. Og síðan hefur hann bara farið, þú veist, á Evrópumót á móti gæjum eru bara eins og high level pro gæjar og tapa fyrir þeim. Já. Þannig að en núna er hann búin að sko, hefur þú séð það nýlega? Já, ég hef séð það nýlega. Ég er bara, hvaða tröll er þetta? Einmitt. Ég er bara, hvað, ertu að æfa það? Einmitt, ég var bara farin að pæli hvort hann ætlaði bara að fara yfir í kraftliftingar sko. Já, bara að fara í hvað heitir þetta, vaxtarækt eða eitthvað? Einmitt, hann bara sko taka 160 axlapressu. Hæ? 160? Já, Nei. 215 kíló í hnébeig. 160 axlar pressu. Já. Þú veist, það er bara eitthvað. Nei, ég er að ljúga. Það er í hallandi bekk, já, 160 kíló í hallandi bekk og 120-130 í axlapressu. Já, sko. En það sko, ég hef verið að æfa með hann núna, þú veist, þú hef verið að mæta á þessar æfingar. Já. Jesus Christ, hann grípur utan á maður fer bara í flugferð, sko. Þú veist, hvað er hann gamall? 20? Já, held sé, já, 20. Þú veist, hver getur Mikki farið, þú veist, ég vil fá hann í pró, þú veist, hvenær verður hann tilbúin í það? Það er bara þetta, þú veist, það er vant að sjóðina heima og vant að keppnir og þeir eina sem þeir vantar er bara þessi keppnisreynsla. Já. Og hann þarf bara að ná nokkur amateur fætum undir beltið og sem bara keyra á þetta, þú veist, honum er allir vegi færir, sko. Já, hann er allavega, þú veist, gameplan, þú veist. Taka menni niður, Einmitt. Þú veist, gameplan, Já. Þú veist, í hvað vikt er hann? Hann er 77 kílóum. Er hann í 77 kílóum? Hann er sko... Býtu, er það ekki, býtu, ekki segja það? Já. Er það welterweight? Já. Hæ? Já. Ég held að hann væri í lightweight eða eitthvað? Já, hann sko, ég held hann að vera að keppa bara í sko bantamweight, sko, hann var náttúrulega svo ungur þegar hann byrjaði að keppa. Já. En hann er náttúrulega búin að þingja sig, ég held að hann sé búin að vera bara, þessi gangi bara 83 4 kíló. Hvað er hann stór? 1,70 eða eitthvað. Hann þarf að létta sig. Já, 100% sko. Ég vil fá hann niður í 145. Já, það væri gott fyrir hann sko. Hann myndi ná að halda eitthvað þessum styrk sem hann er með sko. Já, en sjáðu Merit í Georgiumannin. Einmitt. Hann gengur svona 80 eitthvað kíló sko. Já. Hann bara köttar sig og drepur sig næstu. Veistu hvað eru margir UFC sem gera þetta? Já, þetta er rosalegt sko. Maður har heyrt bara svakaleg weight-cut sko. Hann Leon Edwards, hann er huge. Já, þeir eru allir rísa. Já, þeir eru allir rísa og maður er bara what the fuck. Sá hann að keppa undir Gunnar Nelson á sínum tíma. Já. Gunnar Nelson tapaði. Já. Fílík vonbrigði. En pælti í samt, þú veist, að hafa, þú veist, hann var komin í mount þarna ofan á hann. Já. Í 3. gunni. Já. Þú veist. Hann byrjaði svo illa maður. Já, byrjaði hægt sko. Þú veist, ég er búinn að fara á nokkra Gunnar Nelson bardaga. Já. Og maður er bara, við ræðum hann eftir. Ég get ekki rætt hann núna. Ég er ýmislegt að segja. Já. Þannig að hver er sér Rafael Navello? Herðu, það er gæi sem er 5'1". Já. Og er bara mjög öflugur gæi og þannig að þetta verður þú veist, þetta verður hörku fight en ég held að, þú veist, ef Mikki tekur hann í gólfið sem að ég held að þessi Rafael er mjög erfitt með að verjast þá
verður þetta bara löng nótt fyrir hann sko. Er Mikki ekki góður í stand-up eða? Hann er bara mikið, þú veist, núna er hann náttúrulega massaður, þannig að, og þú veist, gaurarnir eru að fara að vera aðeins lengri en hann, skilur hærri, þannig að, þú veist, ég myndi segja bara glíman hans Mikka er bara world class, þannig að, þú veist, strækinglega myndi ég ekki segja að hann væri á þeim skala, þannig að ég myndi segja alltaf bara niður með hann og bara ground and pound. Hver er að kenna takedown þarna í Mjölni? Herðu, hann heitir Matthew. Já, Matthew, þú þarft að bara að kenna honum almennilega. Já, hann er alveg búinn að fara vel yfir það sko. Khabib, ég hugsa allt Khabib þegar takedown. Gaurinn getur tekið niður fucking fíl. Einmitt. Og heldur mönnum niður. Getur tekið niður Alan Oliphant. Oliphant, já. En Khabib, þú veist, þessi gaur, það hefur engi verið dominerandi og þessi gaur. Já. Þú veist, ég skil þetta ekki. Já, ég myndi segja að þú veist að Mikki getur verið með svona stíl sko. Já, ég vil fá hann í þennan stíl. Ég held svo mikið með þessu strák. Hún fylgjast með hann svo lengi og... Pappa hans náttúrulega meistari. Pappa sé algjör meistari og hann er náttúrulega búinn að vera, hann er búinn að keppa með sér. Einmitt. Og góðu gaur og er ekki besti vinnur. Herðu, Jeremy var úti, við töpuðum báðir. Þetta er bara síðasti fæti minn, þá var ég að berjast með Jeremy sko. Já, þá tók hann einhvern barda. Já. Ég man eftir þessu. Sko, það væri svo geggjað að ég ætla að finna þennan gæja sem barðist við, að ég veit hann er ennþá að berjast. Við væri til að mattsa að klippen unga við þennan gæja sem barðist við Jeremy. Já, og bara hefna. Yes, það væri geggjað. En Mikki, þú minn maður. Herru, Hekla María versus Catherine Haberle title fight. Yes. Hekla María, hver er það? Herðu, hún er í Reykjavík Gamma og er búin að vera á þvílíku rönni núna. Byrjaði bara frekar seint í þessu en er bara ótrúlega fljót að læra og þú veist, bara með rosalega gott hugafar þegar kemur að keppni. Það er bara, þú veist, það er ekkert mál fyrir hana einhvern veginn að fara út og keppa, þú veist, henni finnst þetta bara gaman. Hún hleypur bara inn í búr og er bara valhoppandi og þetta er bara skemmtilegasta sem hún gerir. Veit, er það ljósara, stuttara? Já, hún er góð. Já, virkilega. Og er búin að klára alla sína fæta og er 3-0. Ok. Og í síðasta fæta lenti hún, ekki í síðasta fæta, hún tekur á Glacier og þá er hún bara söppar hann stelpuna í fyrstu lótu. Já. En bardaðan undan því, þá lenti hún í smá mótstöð og tapar henni í fyrstu lótunni. Hún lenti bara mjög góðum strækir sem var að verjast vel. Ok. Og endar á sko að vinna sig í gegnum það og þegar 10 sekúndur eftir að bardaðanum þá tekur hún hann í armbar. Og þannig að hún hefur sýnt að þú veist, hún geti endað, þú veist, bara byrjað erfilega, þú veist, og unni sig í gegnum það og það er oft þannig að þú veist, ef að fætar er að klára fætana strax, skilur það er ekki fyrir þau lenda í smá mótstöðu sem að maður veit sko hvernig þau verða. Það er hausinn. Einmitt. Það er hausinn. Einmitt. Þú þarft að vera með hausinn í þessum leik sko. Já, það er bara númer 1, 2 og 3. Það er númer 1, 2 og 3. Þú veist, þú sér minn mann John Jones. Já, algjörlega. Hann er crazy í hérna. Já. Og líka bara allir meistarar og allir þeir sem ná langt í íþróttum eru bilaðir í hausnum. Algjörlega. Ég veit ekki hvernig, það er einhvern veginn. Það er eitthvað hérna uppi sem heldur gangandi. Logi Geirsson, ekki er þetta Logi handboltamaður? Nei. Ég þurfti aðeins að bumpa upp hérna miðasölinni sko. Sá hann í EM-stofunni og var alveg bara, herri Logi, þú lítur vel út. Já, þú mátti ekki taka make-upið með Guður með eyeliner og En ég myndi segja að þetta væri nýr og endurbættur Logi Geirsson. Hvað segði maður þessu frá þessum Loga Geirs? Sess að hann er strákur mitt líka búinn að vera að æfa í Mjölni. Bara frá því að hann var 9 ára gamall held ég. Ok. Og sturlað efni, tvítur, brúnbeltingur, 5-0, 2-faldur Norðurlandameistari. Ok. Og bara rosalega góða glímu. Veist, hann hefur tekið mig á Íslandsmóti og pakkað mér saman. Nei. Jú, ég vann hann þegar hann var, skilur, þú veist. ég vann hann þegar hann var aðeins yngri og hérna, síðan fekk hann bara man strength og pakkaði mér saman. En hérna, já, bara ljúfur og góður drengur.
Og Theo Romari, þetta skrítið nafn. Já, þessi gæi er frakki líka 5-0 5-0. Yes. Shit. Þannig að þetta er bara somebody's O's gotta go. Somebody's O's gotta go. Herru, hvernig, já, Logi Geis, hann ég segja hann vinni hann bara það. Já, 100%. Herru, svo var Vitali Korczak versus Thomas Murris. Já, þessi fight verður líka rosalegur. Það er Reykjavík MMA og Hvor? Vitali Korczak. Hvaðan er hann? Úkraínu. Já. Herru, þessi strákur kom fyrir 1,5 ári, 2 árum. Já. Flúði stríðið frá Úkraínu. Og já, bara mögnu saga, sko, hvernig hann flúði þaðan, sko. Það er bara borgaði einhverjum Rússum til þess að koma sér yfir landamærin til Rússlands. Nei. Og fer þar til Póllands, þetta var bara rosalegt, sko, hlaupandi yfir einhver landamæri og bara ástandi sem var þarna þegar hann var að koma sér í burtu, sko. Já. Og kemur hingað heim og kemur upp í Reykjavík MMA, bara fílar aðstöðin í bát með vini sínum Ernest, þeir eru 2 Úkraínumenn. Já. Og við erum það heppnir að þeir eru búin að æfa wrestling frá þeir voru 5 ára gamlir. Það er svoleiðis. Yes. Þannig að núna er hann búin að vera að æfa box og er orðinn virkilega góður striker. Hann barðist 6 sinnum í Úkraínu og 6-0. Okay. Og er búin með 1 í Englandi og 1 fight í Englandi og 1 á Glacier núna síðast á móti mjög góðum andstæðing og þannig að hann er 8-0 núna og er að fara á móti gæja sem er 12-5 frá Fraklandi, þessi Thomas Murris. Reynsla. Virkileg reynsla og þarna er maður líka svolítið, þú veist, að challengea Vitali að því að hann er bara þannig gæji, þú veist, að hann er svo fucking góður að maður verður að setja alvöru gæja á mótornum bara til að sjá hversu langt hann getur farið, sko. Þetta er hættulegu bardagi fyrir hann. Virkilega, en ég trúi því að Vitali er að fara að sigla þessu heim, bara wrestlingið hans er svo ógeðslega gott, strikingið hans svo hættulegt, hann er southpaw, hann er bara viljinn hans og bara hvað hann er að leggja allt í þetta, skilur, tekur strætó og æfingar, þú veist, þetta er bara góður. Yes, rocky feeling. Ég nota nú strætó hverjum degi. Shout out to strætó. Já, þú veist, ekkert á móti þeim sem að taka strætó. Það er bara þeir sem eru með vilja. Þeir eru með vilja að taka strætó. Viktor Gunnarsson, ég er nú aðeins séð hann er svona múttækur. Já. Og Caleb Mullin, þú veist, Viktor, hann er ekki undefeated eða? Hann er 6-2. Hann er 6-2. Já. Hann er góður. Hann er mjög góður. Er veikleikinn gólfið? Nei, alls ekki. Nú, ok. Nei, hann er líka strákur sem er búin að vera í Mjölni síðan hann var, þú veist, 10 ára eða eitthvað. Og hann er mjög góð striker. Hann er, held ég, brúnbeltingur í jörðinni líka, virkilega góður að glíma. Þetta er brúnbeltingur í jörðinni? Ertu með brúnbelti í glímu? Já. Ha? Já. Hver gefur það? Gunnar Nelson. Nei. Jú. Ég vissi ekki að þessu væri til hérna, sko. Ég held að væri bara jiu-jitsu. Já, það er jiu-jitsu, sko. Já, glíman. Já. Já, ok. Það er En jiu-jitsu er ekki saman glíma? Já, þú veist, það er bara það sem við köllum það sem æfum jiu-jitsu, skilur. Já, ég skilur. Þú veist, ég er með hérna íslensku, eða? Já, Chimaev, ég er með Chimaev hérna. Já, wrestlingið. Wrestling. Já. Það hugsa ég glíma. Ég skilði. Ég kalla bara wrestling og jiu-jitsu bara glíma, skilur. Já. Chimaev er minn maður, sko. Sverri ég. Já, það er náttúrulega engin belti í wrestling en í jiu-jitsunu, þú veist, hann er mjög góður, Viktor, í því. Já. Og ég hugsa, þú veist, ef Viktor tekur hann niður þannig gæja, þá sé hann með yfirhöndina. Já. En hinn gæin er algjört powerhouse. 6'5". Já. Þú veist, rekordið segir ekki til hvað hann góður, hann er sko búin að rota menn með uppkicki, þú veist, hann lá á bakinu, þú veist, hælaði gæjan í andlitið, gaurinn steinlá, hann er með dínamít í höndunum, hann er að slá menn niður hægri vinstri og þú veist, þetta er mjög hættulegur fight fyrir Viktor. Já. En þú veist, Viktor er að fara í atvinnumennsku og þetta er svona, hann hefði ekki tekið þennan fight ef hann hefði ekki verið á Íslandi. Já, ég skilji. Hann hefði ekki tekið annan áhugamannabardaga, þannig að við þurftum að fá alvöru andstæðing fyrir hann. Svo að væri eitthvað valjú í þessu fyrir hann. Þetta er svona gaur sem getur unnið alla og tapað öllum. Já. Þessi Caleb Mullin. Já, 100%. Þetta er svona eins og gaurin sem Gunnar Nelson tapaði senast fyrir manni hvað heitir. Hann hvað heitir hann? Þegar Gunnar Nelson tapaði fyrir hann hann með hann í... Já. Hann Journeyman. Já. Hann
Já, þú veist, er hann ekki journeyman, þú veist, ef hann búin að tapa, þú veist, 14 bardöfum eða eitthvað. Hann búin að tapa svo mikið? Já. Er ekki hann Hann er búin að tapa, sko, 15 bardöfum, sko. Sæll maður. Og hann getur unnið alla og tapa öllum. Akkur man ég ekki hvað hann Ég man það ekki, ég á að vita hver þetta er, en hann er með Kurigat. Já. Nei, ertu að tala um cowboy? Já. Nei, ekki cowboy, ég heldur hinn cowboy. Já, brasilíski. Nei, ekki hann. Hinn cowboy. Já. Svarti cowboy. Já, svarti cowboy. Hvað heitir hann áttur? Kevin Holland. Yes. Það er gaur sem getur unnið alla og tapað öll. Algjörlega. Það er bara nákvæmlega sami gaur og þessi. Já, þetta er sko stórhættulegur andstæðingur. Og bara eins og móti Gunna maður, þú veist, maður sá bara þessa hægri maður, það var stórhættuleg hendi, sko. Sko, Strickland er að keppa í nótt. Já. Hann er að keppa móti gaur sem heitir Hernandez. Já. Þú veist, Kevin Holland vann hann. Og hann er í top 6 núna í middleweight. Einmitt. Þú veist, Holland getur unnið hvert sem er. Algjörlega. Þess vegna sagði ég við alla, á hann keppti Gunnar Nelson, þetta er ekki auto win, sko. Nei, ég var einmitt, þú veist, ég var bara, hvað er góð fætt fyrir Gunna, þú veist, þetta er ekki wrestler, skilur og samt alveg, hann er bara góður að koma sér undan gólfinu, sko. Vá, hvað hann var segur í því, maður. Þú veist, hann hefur alltaf verið svo. Já, þetta var bara, já, ég meina, hann rotaði hvað Jacare? Já, Jacare, hann var að fokkin liggjandi. Já, einmitt. Kom hérna bara. Og hann bara, getur ímyndaðar powerið í höggunum. Ég veit að maður, þessi gaur er bara ótrúlega. Svo keyrir hann 700 km til Houston af öllum stöðum, sko. Er hann ekki að taka strætó? Nei. Það er vandamálið. Hann er alltaf eitthvað að monta sig að hann keyri í alla barða til Las Vegas. Þannig að, herðu, þá er komið að mínu manni. Yes. Það er Hákon Arnórsson, Mosóbró. Yes. Mosesbær, pá. Þannig að, hvað ég ætla að spyrja þig bara aðeins Hákon hérna. Hvernig var Hákon þegar hann byrjaði hjá ykkur? Sástu strax að hann væri með The It? Aldrei. Ekki? Nei. Bíddu, hvað segðu? Sko, þú veist, þegar Hákon kemur inn, þá kemur hann með Kitta-vinni sínum. Já. Kitta Marketing? Já, Kitta Marketing. Já. Og þeir eru þarna 3 félagarnir og á glímunámskeið hjá mér. Ég hef bara aldrei hlegið af mikið, þetta var svo skemmtilegt þegar þeir voru svo fyndnir, sko. Og ég held einhvern veginn, ég myndi aldrei sjá þessa gæja aftur. Og Hákon bara var svona lítill, þippinn, þú veist. Þippinn? Já, okay. Ekkert athletic. Okay. Og það var ekkert sem að maður sá í hans fari sem að var bara eitthvað, já, þetta er gæinn, skilur. En síðan bara, 4 árum seinna held ég, það var bara, þú veist, hann er bara work ethic í hjá honum, vinnan sem hann setur í þetta, hausinn hans, hann er obsessed á MMA og það sem er gott við hann hlustar, það er ekkert ego í honum, þú veist, það er aldrei, þú getur verið að þjálfa menn sem eru eitthvað, þú segir, já, þú þarft að laga þetta, hann er eitthvað, já, en ég ger þetta út af þessu og þú veist, það er svona erfitt að coacha á, sko, en hann er bara, já, ég laga þetta, þú veist, já, þetta er rétt, þú veist, ég laga þetta og hann er svo fókuseraður á dítelinn og, þú veist, hann leggur bara inn mestu vinnuna af öllum í keppnisliðinu. Hann er á hjólinu, þú veist, assaultbækinn á morgnana, taka styrktaþjálfunina sína 2-3 í viku, þú veist, hann mætir í patsatíma Hrólfi, Legend in the Game, gömlum æfingarfélaga sem er núna með, Hveragerði, sem sagt MMA. Já. Og já, og er bara, þú veist, hann mætir á allar æfingar, hann er að leggja innvinna, þú veist, hann er búinn að styrkja sig, hann er búinn að bæta tæknina sína og núna með hverjum einasta fæt, hann er búinn að taka 6 fæta. Ég man, hann tók fyrsta fæti sinn, sko, og þá var hann bara þippinn og tók fyrsta fæti á móti, sko, 19 ára strák sem hann búinn að æfa júdó frá því að hann var 5 ára, sko. Já. Og sá gæi var svona jacked, sko, þegar þeir mættist í vigtun, Hákon var bara svona lítill tjöppi ljósæri strákur, sko. Og ég man svipinn á gaurnum, hann var bara, ég er með þetta, sko. Já. Og síðan bara eftir fyrstu lótuna, þá var gaurinn bara, shit, sko. Já. Og þú veist, fór decision en tapaði og og hefur svona, byrjað smá rocky, sko. Já. En, þú veist, ég sagði bara við hann, bara, gaur, þú veist, ef þú heldur áfram að gera það svo að gera, þá mun þetta gerast. Hann er bara 21. Já, 21 og nema hann vill bara svona, hann vill hlutina strax, hann er bara, þú veist, að því hann hugsaði ekki neitt annað, þá vill hann bara hlutinni gera strax, skilur. Já, þar kemur þú til leiks. Já, 100%. Hvað hefur hann bætt sér mest senstu 12 til 18 mánuði, hvað vantar hann upp og hvað hefur hann bætt sér í?
Sko, hann hefur alltaf verið bara mjög náttúrulegu strækir. Já. Hún vantaði felluvörn og glímu og það er það sem hann er búin að vera að fókusa á núna síðastliðið ár. Hvernig æfirðu það? Þú veist, hvernig æfirðu það? Ertu með einhvern sérstakann sem er að æfa með honum þá? Ég þjálfa hann, ég þjálfa eiginlega, þegar ég þjálfa MMA-hópinn, þá er ég með mjög mikla áherslu á cage-workinu upp við vegginn, bæði þá varnir upp við vegginn og attacks upp við vegginn. Og rauninni þegar ég byrjaði að þjálfa MMA þá hugsaði ég bara, ok, hvar get ég svona sérhæft mig og þar hugsaði ég, þú veist, wrestlingið og cageworkið, skilur, og síðan náttúrulega er ég með glímuna og þá get ég hjálpað þeim þar með alls konar punkta þar, en já, þannig að við æfum það bara á keppnisæfingum. Þú veist, ég veit ekki alveg, ég sá aðeins úr seinasta barndagans sem var bara helviti góðu fannst mér. Hver er svona mesti styrklinn? Þú veist, er það striking og er hann langt bestu þar eða er hann, þú veist, hvernig væri þetta ef hann vinnur okkar frá Írak tekur hann niður, segjum svo að hann takja niður í bardaganum. Einmitt. Hvað mun Bjarki segja við hann frá búrinu? Stattu upp, maður! Stattu upp! Það er svo erfitt sérstaklega hann er tekið niður mitt búr. Einmitt. Hvernig segjum svo að hann myndi vera tekið niður strax í byrjun. Hvað myndi Bjarki segja? Ég myndi segja hann að halda sér rólegum, halda römmunum inni, halda höndunum þéttum að sér og halda hreyfingunni gangandi, þú veist, ekki leyfa gaurnum að pinna sig, þannig að þú veist, þetta snýst alltaf um að halda hreyfingunni, þú veist, að þegar leið þú stoppar þá getur gæinn settla almennilega ofan á þig, að þú veist, hann þarf bara að halda hreyfingunni gangandi, ná römmunum sínum inn á underhooks og poppa strax aftur upp ef hann er tekið niður. Hvernig kemur hann sér upp? Það fer eftir úr hvaða stöðu það er. Segjum svo að hann sé alveg við búrið, er hann þá púsa sig við búrið þá? Já, ef hann situr út á gólfi, veist, að þá er hann bara að fara að skútsa sér upp á búrinu og halda haustum hátt uppi og byrja að draga neðri löppina alveg að sér, mátt ekki hafa beina lappir úti af því að þá er hægt að náttúrulega festa lappinar eins og Khabib gerði, þannig að þú ert að passa að hafa hnén alveg tæta þér og hafa hausinn það hátt uppi að bara eins og sért basically bara reyna að anda upp úr vatni. Sko, Bjarki, Khabib er með svo gott risk control að þú átt ekki séns að komast upp. Hann tekur í uliðin og hann heldur og hann leikur allan þungan á bakið það. Algjörlega, en það er líka málið, þess vegna mátti ekki, þú veist, vera of lengi að halda hendinni til hliðar, skilur. Þess vegna verður þú veist líka að íta öxlunum fram til þess að búti smá rými og reyna að ná undir handakrikana hans til þess að geta síðan farið að pósta aftur til þess að standa upp. Já, einmitt. Hvernig er Hákon andlega? Þú tala, þú veist, hvernig er hann andlega? Þú veist, er hann með þetta it? Hann er með þetta it. Já það, hvernig, segðu mér út á hverju? Sko, það er bara, þú veist, að því að hann er gæinn sem að var ekki mest athletic og þú veist, en hann er með þessa vinnusemi og þú veist, ég hef séð í fætum þar sem að þú veist, hann tapaði til dæmis, hvað var þar síðasta fæt, þar sem hann tapaði fyrstu lótunni, gaurinn tók hann bara niður, sá gaur var 3-0 held ég, tekur hann niður og þú veist, er komið baki á honum, Hákon er einhvern veginn að lifa það af og kemur síðan sest á stólinn og bara, þú veist, ég bara, heyrðu, þú gerð þessi mistök og hann bara, ég veit að, þú veist, bara, ég verð að vinna þennan fæt, ég ætla að vinna þennan fæt, stendur upp og steinróta gæinn og ég hef séð hann líka fæt sem hann tapaði, þar var hann kominn sko í djúpt rinegi tjók sem að margir hefðu tapað og hann bara gafst ekki upp. Hann bara náði einhvern veginn að losa sig úr tjókinu og þú veist, hann var orðinn blár í framan sko. Þannig að hann er með þetta vilja og það sem ég trú á, þú veist, eins og fyrir þennan fæt, það sem við verðum að vinna í er, þú veist, náttúrulega ekki að vera tekið niður en að höggin þín sé að koma þannig á andstæðinginn að þú ert ekki opnaði, þannig að hann verður lár, hann mætir honum alltaf með höfðinu þegar gaurinn er að koma inn niður með högguna yes, nákvæmlega og höggin hans er að koma upp miðjuna í staðin fyrir að taka looping eins og króka þá er auðveldara að komast undir þig
og þú veist, planið að koma svolítið graðir inn, ná allan að vanka gæjan, að þá getum við breytt fætinum, skilur. Ef hann vankast aðeins í gaur og fyrir að panikskjóta, þó að náði Hákon niður í fyrstu lotu, þá veit ég að Hákon mun berjast það vel upp að gaurinn á eftir að, þú veist, koma másandi og blásandi í aðra og þú veist, bara við svona tæmum hann þar og endum á að rota hann. Hvernig fætkampið búið að vera? Það búið að vera mjög gott. Þetta besta kamp sem hann hefur verið í. Okay. Og hann hefur aldrei verið jafn góður andlega. Þú veist, hann bara, og það góða við hann, sko, hann getur skipt gír í miðjum fæt. Hann svona eins og George St. Pierre var, eins og þjálfari hann sagði að styrkleiki George St. Pierre var að George St. Pierre gat skipt gameplan í miðjum fæt. Já. Og hérna, þú veist, og eins og í síðasta fæt, þá var náttúrulega planið bara að steinrota hennan Norman sem hann var á Glacier. Já. Og hann byrjar og bara að raða höggunum á hann, en gaurinn hann með svo rosalega höggu, hann bara var ekki að fara niður og ég sá það bara, ok, hann ekki að fara að klára hann og ef hann ætlar að reyna að klára hann þá mun hann bara gasa út. Já, einmitt. Og þannig að hann sest á stólinn og ég bara, Hákon, þú verður að tóna þetta aðeins niður, þú veist, þú ert ekki að fara að klára hann, við verðum bara að pikka hann í sundur. Pick your shots. Yes, og það bara, já, ekkert mál. Og það stundir bara svoleiðis að, þú veist, þú verður bara að vera þolinmóður. Einmitt. Herðu, hvernig Hákon utan búrsins, þú veist, ég þekki hann ekki neitt, sko. Hann skemmtilegur, mjög skemmtilegur. Fyndinn. Sko, þegar hann labbar inn, þá verður hann svolítið hæpaður. Þá verður hann bara öskrandi og þú veist alveg, þegar kemur upp á slæði, þú ert að fara í átök, adrenalíni fyrir upp í topp, svo fer það niður. Hvernig ertu að balansera það? Þarf hann ekki að balansera það? Þú sérðu oft, menn verður alveg rosa peppar að fara inn í hringinn, svo fer allt bara adrenalín. Já, dömpið. Já. Sko, máli þú veist, það náttúrulega þú þarft að stjórna spennustíðinu. Já. Og hann bara búinn að finna það, þú veist, áður fyrir eins og ég talaði með þessar tilfinningar. Þú veist, hann var einmitt að streitast á móti tilfinningar sem ég er stressaður, ég þetta, en núna veit hann að stressið ekkert nema gott og það að fara að hjálpa honum. Og eins og síðasti fight, þá hélt hann sér svo rólegum, hann var svo yfirvegaður að hann var bara eins og professional fighter. Og hérna, gaurinn tekur hann niður, hann poppaði strax eftir upp. Jú, hann á móti erfiðan andstæðing núna, en ég trúi því bara, þú veist, með vinnuna sem Hákon hefur lagt í þetta, ég held, sko, hinn gæinn að kötta mikið, og veist, hann reyndi að fá fætinn í, þyngdaflokk fyrir ofan. Býtu, í hvað þyngdaflokk Hákon? Hann í 66. Hann í 66? Featherweight. Ok, featherweight, það meiript. Nei, hann í bantam, ég held hann sé 61 meira. Það Max Holloway. Yes. Nei, Max Holloway í lightweight. Já. Ok, hann þá hvað þungur? 66 kíló? Já, hann gengur svona 75, 74. Hvernig það að kötta það? Það bara, sko, fyrir hann á mjög góðum stað núna. Þetta þú veist, hann að losa 4 kíló af vatni. Veist, hann bara náttúrulega lækkar kaloríurnar, byrjar að borða minna, en passa sig samt að borða nógu mikið, þú veist, fyrir erfiðæfingarnar. Og bara jafnt og þétt og næra hann sér niður í 70 kíló. Og síðan það síðasta vikan þar sem hann vatnslosar. Og þá ertu að drekka kannski svona 6-7 lítra af vatni í svona 4-5 daga. Síðan hættur að drekka vatni, við það missur kannski 2 kíló og sem tekur 2 kíló í sánu. Þú veist, prósið maður séð menn vera, þú veist, eins og minn maður Chimaev, Khamzat Chimaev, hann var að berjast í welterweight. Og hann dónast í, þannig að hann fór í middleweight og menn eru bara með hangklæðina, bara stapla hangklæðin, fara í bað, saltbað eða eitthvað, fara svo í sánu og eru bara að drepast. Það, þú veist, hvenær þetta komið í þau mörk að þetta sé bara orðið lífshættulegt? Sko, ef þú ert að kötta á mikið, þá þetta bara lífshættulegt. Hvað ómikið? Ég myndi segja, þú veist, ef þú verður að losa, eins og fyrir Hákon, ef hann var að taka af sér kannski 7 kíló í vatnslósun, þá væri allt of mikið. Ok. Veist, þannig að þú vilt miða við svona þegar þau komið að fara í bað og sánu að það sé ekki mikið meir en 2 kíló eftir. Hann með nógu mikið power í þessum flokki, þú veist, með kött? Já, 100%. Gæti hann fara í flokk niðar? Sko... Má ég spyrja, gæti hann fara í flokk niðar og hann myndi verið betri þar en í flokknum fyrir ofan? Ég ekkert viss um það, sko. Nei. Af því að
sko, hann í 66 núna, Já. en hann bara 21 árs. Já. Þannig að hann ennþá að stækka, Já, hann hann- ennþá að þyngjast, Já, þú veist alveg, þú veist, maður var fysléttur hérna 21 árs, síðan allt í einu er maður Já, bara, ekki. veist, Svo getur maður ekki náðu sér lengur nei, af. nei, Það bara þannig svoleiðis. að ég hugsa alveg sko frekar að hann verði í 66 bara áfram, hann vex bara betur inn í þann flokk, Já, eða þá jafnvel fari í 70, þú veist, þegar hann er orðin, segjum 30 eða eitthvað, það er náttúrulega erfasti þingdaflokki bara í heiminum, sko. heldur betur. Það er bara murders row, sko. Yes. Ég ángríns, ég held að lightweight hafi alltaf verið erfiðasti. Það er þinn þingdaflokk, Já, ekki? ég var að flakka, ég var eiginlega of þungur fyrir lightweight, Já. en of léttur fyrir welterweight. Já, Og hérna, þess vegna vilja allir fá hana milli, Anna. yes, Já. nákvæmlega, Já. sko. Og hérna, þannig að þú veist, ég var yfirleitt að kötta, þú veist, ef ég fór í lightweight, Já. þá byrjaði 5 vikum fyrir, þá var ég 82,5 Já, og vikuna fyrir, þá stemdi ég að vera 77 kíló, já, tók af mér sko 3,5 með vökvanum, eða vatninu, já. og síðan 3,5 í baði. Hörðu, Hákon, ég spáði þér sigri. Yes. Ég veit ekki hvað meira við að tala Hákon, eða þetta er bara lífssagan sinna í... Já, ég glimti mér einhvern veginn, ég fór bara eitthvað flæð að tala Hákon, ég bara... Hákon er flottum. Já, maður, við ekki Moso bró, pá. Þetta er góð strákur, þú veist, hann gefur mér alltaf gjafir eftir kamp, eftir fætin sin. Já, það er Þú fallegt. veist, hann bara kemur, þú veist, hann gaf stráknum mínum hérna Reykjagamma, Samfellu, gefur mér gjafir, eitthvað svona, bara Góður strákur. Virkilega góður strákur, sko. Já, alltaf, þú veist, ég tala við hann bara mjög næs og hérna, hann representar Mosesbæ. Já. Þú þarft að flytja í Mosó. Það er bara, sko, ég er alltaf að reyna að koma, ég er í Gráin núna. Já, komdu í Mosó. Já, þú veist, ég bjó miðsvæðis með kæristunum minni. Já. Og ég fekk hann til þess að koma í Gráin. Já, núna, þú veist, ég er alltaf að reyna að aðeins fara lengra. Ég elska Mosó, það er besti bæri heimi. Þetta er æðislega bæri. Herðu, tölum aðeins Gunnar Nelson. Yes. Segðu mér aðeins hvernig þið kynntust. Ég og Gunni? Já. Sko, það var eitthvað gæi sem var búinn að kaupa eitthvað tíma niður í Mjölni, sumarið 2010 og ég mæti þarna á æfingu frítt og þar er Gunni að þjálfa. Já. Og ég man eftir að ég var, þú veist, í kraftlyftingum á þessum tíma, sko, og þú veist, hann fór eitthvað að glíma við okkur þarna og ég ákvað að hjóla í hann, sko, og hann fleygði mér hann í gólfið og já, þannig ég kynnist hann nú svona vel þar. Já. Og síðan eftir þessar æfingar þegar þessi tímar voru búnir þá kemur hann á stað sem ég er að vinna og ég bara blessaði maður og hvernig get ég byrjað í þessu, skilur, hvernig get ég, þú veist, byrjað að æfa þetta og hann segir mér frá einhverju byrjandanámskeiði sem er að byrja í september og einmitt hann er þar að þjálfa líka og bara síðan, þú veist, hef ég bara verið með honum, þú veist, ég farið með honum til Írlands að æfa og bara, þú veist, hann verður líka verið stór partur af, þú veist, glímuð þróuninu minni og mínu ferli, sko. Bara, já, topp maður. Af hverju er Gunnar Nelson svona góður í gólfinu? Er þetta talent eða? Sko, þetta er bara sama, myndi segja Hákoni með, þú veist, hann verður svona obsessed á hlutunum. Já. Og allt sem hann tekur sér fyrir hendur fer hann all inn í og bara ég man eftir, þú veist, þegar við vorum út í Írlandi þá var hann að spila kót. Já. Og sko, hann var bara að horfa á, þú veist, bestu gæi í heimi á YouTube. Hann var bara, þú veist, stúdir þetta alveg. Já. Og þú veist, ég man eftir, þú veist, ég heyrði hann þegar hann var að æfa glímu, þú veist, byrja að æfa glímuna. Já. Þú veist, hann var bara að vekja John Kavanagh á næturnar og bara, herðu, þú veist, ef hann setur krókinn hérna, þú veist, hvert á ég að, þú veist, hvernig ég að bregðast við því. Þú veist, þannig að hann bara, og síðan æfði hann líka alveg eins og skepna, fekk að fara til Hens og Gracie. Já. Þú veist. New York. Já, og eins og Gunni sagði, þú veist, hann æfði bara það mikið, þú veist, hann myndi ekki segja að hann væri talent, en þú veist, bara vinnan sem hann setti í þetta, sko. Þú veist, út af hverju er hann svona yfirvegaður, þú veist, hann er alltaf svo rólegur, en ég er ekkert viss hann sé svona rólegur. Sko, hann er ekki svona, þú veist, hann er alveg rólegur gæi, en hann er samt, þú veist, ekkert eitthvað svona, úberrólegur. Eitthvað úberrólegur, þú veist, það er alveg, þú veist, grallar í honum og það er, þú veist, gaman að honum. En þú veist, ég held að það bara spennustigi hans, þú veist, þegar hann er að berjast, þá það er að vera rólegur. Já. Þú veist, með mitt er bara, þú veist, að vera bara með mjög hátt spennustig.
Hvað þú veist, mér finnst eins og Gunnar Nelson hafi farið eins og þú veist, hann fer áalinn í Mjölnir-reksturinn, skilur, Já, og bara, þetta er bara eiginlega keimlíkt, sko, hann berst ekki mikið hana, það er einhver meiðsli og eitthvað. Hvað finnst þér ferilinn hans Gunnar Nelson í USC, þú veist, ógeðslega margir tala bara Gunnar Nelson ætti að reyna að verða meistari. Svo þegar hann keppir við þessa topp 10 gura, topp 15, þá tapaði hann. einmitt. Demian Maia tapaði, Leon Edwards tapaði, man ekki hvað fleiri, Gilbert Burns tapaði, Rick Story. Rick Story, þú veist, það er martröð fyrir mig að hugsa út í þann barda, sko. Það var bara hræðilegt, sko. Ég var úti á fætinum. Já, það var hræðilegu barda, sko. Eina UFC sem ég fara á, ég vil ekki vilja að fara á þetta síðan. Nei, skilur það vel. En svo var hann búin að keppa við svona þess og hinna gauðra, skilur, sem ég er ekkert eitthvað rosa hrifinn af. Sem þú veist, allir eru góðir í UFC, ég veit það. Já. En mér finnst hann hafi ekki reynt að komast á toppin. Mér finnst hann ekki hafa reynt. Einmitt. Hvað segir það? Sko, já, það er málið með Gunna er bara það sem gerir Gunna líka ógeðslega góðan. Já. Er bara líka hversu bara slakur hann er, þú veist. Hann tekur bara hlutunum bara rólega, þú veist, hvað gæi getur, þú veist, verið bara að æfa hérna heima í rólegur og séðan hent sér í treiningkamp í 2 mánuði og fara að keppa í UFC og unnið gæja, skilur. Einmitt. Þú veist, þetta eru yfirleitt gæjar sem eru að æfa, þú veist, 3-4 sinnum á dag, örugglega dæla í sig einhverjum styrum og þú veist, og keppa bara margoft, skilur. En, þú veist, Gunni er bara, þú veist, það sem gerir Gunna geðið góðan er, þú veist, hausinn á honum. En það er kannski líka eitthvað sem að hefur, þú veist, tekið frá honum, skilur. Þú veist, að kannski að keyra ekki alveg nóg mikið á þetta, skilur. Já. Þannig að þetta er svona, ég held að þetta hafi svona verið tvíkjasverð að þú veist, hann er bara slakur yfir þessu, bara vill gera þetta á sinn hátt og bara, en ég held líka, þú veist, að hann hefði getað, þú veist, náð einhverju meira úr þessu, skilur. 100%. En það líka er bara, þú veist, hlutinni sem hann hefur gert, þú veist, hann tapar á móti Leon Edwards, þú veist, split decision. Það var ekki split decision. Nei, ok, en Leon Edwards fer síðan og verður champ. Síðan ertu með Gilbert Burns. Það var frábær. Split decision. Já, það var ekki split decision heldur. Nei, ok. En þeir eru báðir frábærir. Ég er að mæta með Gunna á æfingu, skilur. Já, ég veit það. Þú veist að þetta voru ekki split decision. En ég skil, báðir gaurar. Fáralega góðir. Topp 10 heiminum. Ég skil það alveg. Já. En þú sérð hvað margir eru ógeðslega aktífir. Bara 3 bardar á ári. Það hefur ekki gerst. Ég elska Gunnar Nelson. Ég er alls ekki að heita á hann. Mér finnst bara hann hef ekki, þú veist, ég veit ekki meiðsli eða eitthvað persónulega ástæður eða eitthvað. Mér finnst bara að hann hef ekki, þú veist, bardamenn er að berjast 3-4 ári, sumi tvisvar. Mér finnst það bara ekki hafa gert það. Það getur kannski verið einhver ástæður bak við það. Þannig að þú veist, hvað er næst hjá honum, þú veist, hann vann seinast, hann var ekki Japaninn Jú, já. Tók hann. En sko, ég skil Gunnar Nelson vel að vil ekki berjast í UFC þegar USADA er búið að taka USADA úr þessu og menn eru að dæla í sér styrum, hafa örugglega alltaf gert og eru að svindla á kerfinu. USADA gera eitthvað á móti því, en ég skil vel, hann er 35-6 ára, hann á börn, hann vill hugsa heilsunu sína, hann er í góðu starfi á Mjölni, á Mjölni held ég, ekki? Jú. Með pappa sínum og Viðar ennþá þannig. Já, Jón Viðar. Já. Þú veist, ég skil hann alveg vel, ég elska Gunnar Nelson, ég hefði bara viljað að hann hefði reynið sinni einu sinni. Ég veit það, þetta er, þú veist, hann er, og sen er þetta líka það, þú veist, það sem þú þarft að hafa til þess að komast á þetta level, ég veit, þú þarft að hafa allan fokkin pakkan, og líka það að, þú veist, þegar hann er að koma upp, þá er bara hvítbeltingar í Mjölni, skilur, þú veist, og bara, þú veist, bara þannig að þetta er alveg stór merkilegt að hann hafi náð þessum árangri. Já, frábær árangur. Já, og þú veist, og síðan er þetta spurning, þú veist, tölum Mikka og tölum þessa stráka, Hákon og þetta, skilur, þú veist,
þó þeir sumir að þeim sé búin að æfa frá þau voru 5 ára skilur einmitt, þá veist, við vitum ekki hvort þeir hafi samt allan pakkan til þess að fara allan leið skilur Að af því að já. þú þarft að hafa bara Ég veit. eitthvað special skilur að komast í USC er eins og komast í 8. úrslit í meistardeild. Það Yes. er bara, Gunnar Nelson er besti bardagamaður í sögu Íslands einmitt, og bara með þeim bestu bara sem hafi verið í velterveitt. Ef þú tekur bara alla saman, skilur. algjörlega Þú veist, ef hann verið 2005, 6, 7 á fullu þá hann alveg geta orðið meistari sko. einmitt Þú veist, það er búið að vera svo mikil þróun já, og líka með þessi ólulegu líf og allt þetta skilur, já, menn er að þú veist, þegar Júsata voru menn að detta út hér og þar, þú veist, einmitt hvað heitir hann sem var að blóðþynningarlifinu hann hérna TJ Dill já, TJ Dillis og já, ég skildi aldrei af hverju hann gat bara farið 5 lótur á þess að bara blása einmitt, þá bara EPO maður IPO, bara versta sem getur tekið Einmitt. í USC fekk held ég 2-4 ára, ég veit ekki já, hvort það var já, 2 ára, hann ætti bara að fá lífstíða bann algjörlega, þú ert að berja mann í höfuð sko. já, þannig að en þú veist Gunnar Nelson er bara legend sko. ég er bara eina sem böggaði mig bara, þú veist bardaðinni sem hann var að taka ég veit það, þetta er bara þú veist, eins og núna, þá ætlaði hann að fara á run já, hann var komið með Neil Magny já, bara strax, Já. hann var búin að segja við mig bara, þú veist, ég ætla að taka núna bara, þú veist, back to back Já. ég ætla að taka Neil Magny núna mhm, ég ætla að taka, ef það býðst ykkur, þú veist, bara nokkrum vikum eftir, bara til þess að nýta kampið Einmitt. og taka það líka, einmitt, þú veist, þannig að hann var komið svona eldin í sér aftur Já. og sem slasaðist hann út í Írlandi einmitt, Og þetta er ég bara man svona, eftir, þetta er já, þetta er svo leiðilegt, sko já, en hann á einhverja barda eftir á USC kontraktinu, Já. þannig að vonandi sjáum við hann fljótlega aftur, já, þú 100% veist, mér er alveg sama bara, þú veist, Bara ég var til í svona Evrópukart, já, svo allir getur fara að horfa á það, ég nenni ekki að fara til Bandaríkjanna. nei, Það er bara, þú veist, það er bara þvílitt ferðalægt, þú veist, ég fór á Leon Edwards í Bretlandi, það var frábært, fór einhvern annar bardaði hann, ég man ekki hvað það var, Toronto kannski, en það skiptir ekki bara. En, þú veist, hvað getur við sagt Gunnar Nelson, bara ferilinu hans, þú veist, hvað setur þú ferilinu hans, þú veist, bara, er hann búinn, þú veist, þú veist, finnst þér hann ætti bara að hætta þessu núna? sko ég myndi segja að þú veist, hann eigi allana, he got one left in him One left. já, 100%. Viljum við ekki fá þó eitthvað nafn? jú, viljum fá eitthvað góðan, sko Að vísu var ég aðeins að bífa við pappans á Facebook. nú, Nei, þú veist, ég sé eftir því núna og Já. hann, þú veist, það var að tala um að þetta berist við MVP, já, Michael Venom Page já og ég var eitthvað að gera lítið úr því, já, Ég bara, sorry, það hefði verið góður bardagi, það hefði verið frábær já, bardagi, heldur betur út af því að hann er búinn að alveg vera með statement, sko, já, og hérna, það hefði verið geggjaði bardagi, ég veit ekki alveg hvernig það hefði farið, sko, einmitt, striker versus grappler, 100% það er sko. bara rugl, þannig ég byggðist afsökunar, Nelson Feðgar. yes, Herðu, er eitthvað meira sem við þurfum að ræða hér? herru það er, nei, ég held að þetta sé bara Herðu, þetta er Glacier Fight Night. Herðu, respect til Nelson, takk hann aftur, sorry. Og respect á Reykjavík, Mjölni, hver að gerði MMA? já, Vafbjörnsjé, yes eitthvað fleira? Atlantic Atlantic. ITJ Akureyri Já, eitthvað fleira? nei, það er ekki Nei. Herðu, við erum Glacier Fight Night laugardaginn 28. februar, Glacier Fight Night 2, húsið opnar 6, fyrsti bardaginn byrja klukkan 7, það er Framareimir, Úlfarsbraut 126, 113 Reykjavík, er miðarsalan ekki ennþá í gangi? jú, það eru nokkri meðar eftir Nokkri miðar eftir, og síðan er að streymið Síminn, Liveway Síminn, Liveway, hvet alla að mæta, er eitthvað að lóku sem þú vilt segja? nei, bara takk fyrir að fá mig í þáttinn maður Pá, takk fyrir mig, takk bye bye.